Já, góða kvöldið og verið hjartanlega velkomin að skjánum þar sem við ætlum að fylgjast með annarri umferð í fyrstu deild hér hjá Grand Turismo samfélaginu. Ingi Þór heiti ég og hjá mér í kvöld engin annar en Brynjar Páll. Vertu hjartanlega velkomin. Já, þakka fyrir Brynjólfur Páll heiti ég en allt í góðu. Fallir að fara einn. Verið sæl öll sömul. Kannski betur þetta sem Binni bara. Já, það þetta bara einfalt. Keep it simple. Það er svo formlegt að kynna menn fullu nafni. Það rétt, það alveg rétt. Það skal ekki vera eitthvað að gera veður úr því. En verið öll velkomin. Ég hlakka talsvert til keppninnar í kvöld. Þetta fyrsta keppnin GR3 þarf að segja. Þetta, eins og menn þekkja, þá eru 5 keppnir af 8 á GR3 og þetta svona, þetta ekki bíllinn sem menn að fara að treysta á hausttímabilinu. Menn að velja í kvöld. Jú, ég held að það sé svolítið þannig. Þetta var svolítið í lausu lofti þegar að seasoni byrjaði á Group 3, þá svona veit maður ekki alveg hvað að fara að gerast, en núna erum við að sjá basically svolítið hvað við erum að fara að horfa á út úr tímabili, því að Group 3 eru náttúrulega stærsti flokkurinn. Já, við byrjum reyndar Group 4, byrjum að leiðrétta en endalaust. Sagði ég það ekki? Byrjum á Group 4. Group 3, já. Ég meinti það, við byrjum á Group 4 og nú erum við komin á Group 3. Það veit allir hvað á meintir, sko, En ég segi, það er ekki uppáhald hjá flestum. Nú eru menn að fara á bíla sem þeir elska, þessi leikur snýst fyrst og fremst GR3 bíla að mínum mati. Og langbesta dýnamíkin í GR3 flokknum. Algjörlega, og bara undanfarin ár í öllu simracing, hvort sem á Grand Turismo, iRacing eða Assetto Corsa, þá Group 3 búin að vera vinsælasti flokkurinn og það svona það sem að feikir í flest öllum. Og þá kannski ekki úr vegi, við getum bara að byrja kvöldur rólega, það nú ennþá meiri tímyndur í tímatökur að við kannski rennum yfir, það vantar ennþá 2 leikmenn í lobbyið. Það liggur ekkert á, þeir eru ekkert þannig sér seinir en sem komið, en við getum byrjað kannski að renna yfir hvaða bílkeppendur eru á og fara leiðinni yfir liðskynningu. Algjörlega, það hljóma bara vel. Við erum að taka þetta eins og þeir eru á braut frá fyrsta manni eða við erum að taka þetta eftir Excel-skjalinu, hvernig viltu hafa þetta? Já, ég var búinn að stilla þessu upp svolítið svona, ég var búinn að setja fyrsta sæti og bara sigur frá síðustu keppni. Já. Mr. J. Ég segi bara take it away. Já, Mr. J. Ég sé hann núna í pit, en ég veit að fyrir víst að hann á AMG og hann að keyra fyrir B-Sick Racing og liðsfélagi hans er Hilmar og hann líka á AMG, hann á braut núna, nummer 6 á braut. Þetta liverið að þeir eru á rauðum og svörtum bílum og það komin 2 AMG, svo í öðru sæti frá síðustu keppni var að Davíð Adams, hann var að keyra fyrir hann keyrir Kalda Racing og sko í liðskynningunni sem var búinn að koma fram löngu fyrir fyrstu keppni, hann kom fyrir fyrstu keppni, þá var hann búinn að segja vera BMW. Nú sé hann ekki að það situr í lobbyinu ég get að fara út, ég get að svindla svolítið með það. Davíð Adams, ég ætla að staðfesta á hvað bíl hann á. Hann á BMW M6 Sprint Model. Svo liðsfélagi hans Oliver Noe. Hann hérna á Renault, það skemmtilegt, RS01. Þetta er bíll sem Gunni Agga var í fyrra. Það komin annars smá fjöldileiki í þetta, þeir eru eins og þeir setja smá krydd í þetta. Þriðja sæti var Jón Ægir, síðustu keppni, sem keppti fyrir Arctic Retro Rewind. Hann forfallaður í kvöld, en liðsfélagi hans, Ari Lyngdal, hann kominn á braut. Hann að keyra á Gizmónum, Nissan, og hann svona appelsínugulur og rauður. Í 5. sæti síðustu keppni var Steini Sveins fyrir Lavasjó. Það fór nú lítið í rauninu fyrir að hrósunum, hann á AMG og liðsfélagi hans Landon Norris, hann á Möstunni. Mér langar að tala um Steina, hann var eiginlega kom svolítið
skemmtilega óvart í skemmni. Hann byrjaði hvorki meira nefn minna en 12. og endaði 50. Já, það gott comeback. Já, fór svolítið framjá í síðustu útsetningu. Ég rendi svolítið yfir þetta síðustu skemmni núna fyrir í dag. Það gaman aðeins að rifja upp og hafa þetta ferskt. Svo það Viktor sem var lengi vel mjög ofalega en lenti hann var með erfitt bílaval. En núna er komin á GR3 bíl og það þarf ekki að spyrja því. Viktor sonur Evu, hann er að sjálfsög á Nissannum. Já, hvaðlega, Nissan vildi kissa hann. Hann er eini sem er án liðs til að mynda. Já. En 9. sæti í síðustu keppni var Brynjar Péturs. Hann er hann er hérna kominn, hann er í liði einsins og hann keyrir á Mercedes AMG bílnum og hann er að keyra fyrir hraðfugla spandex. Hann er þessi að tala við Viktor og aðtöku hvort að Viktor sé ekki til að smetta þessi spandexskala. Já, þeir eru tveir í þessi liði en þeir keyra í sikkur deildinni, hann er að keyra stakur í fyrstu deildan Brynjar. Einmitt. Svo er komið að 10. sætinu frá síðskefni Jón Brynjari sem keyrir fyrir Kraftey og liðsfélag hans er Hilli. Þú sjá hvað er Jón Brynjar ákveðni, hann er það er skemmtilegt, hann er á Porsche 911. Það er alltaf gaman að menn eru ekki allir að keyra sömu bílana. Og Hilli sem var í þetta sendi, hann er á Kraftey líka, hann er AMG. Og liðið síðast en ekki síst Tobbi Tobsson og Sindri Rapp er að keyra fyrir Kraftfélag og við skulum sjá hvernig bíl Tobbi er á, hann er á Nissan Gizmo og Sindri Rapp hann er ekki kominn inn í lobbyið. Það er eini sem okkur vantar á braut. Já, og svo maður kannski taka fram að Jón Ægir er ekki með í kvöld. Hann er fjarverandi. Hann átti ráspól síðustu keppni og endaði 3. Það er sjónarsviptur á honum. Já, algjörlega. En ég ætti að gíska hvað bíl hann velur sér í GR3 flokkur. Hann er svolítið svona viðlönd að keyra Porsche. Já, hann er svolítið mikið á MR bílum. Hann keyrði Lambo mikið í fyrra og ég veit hann elskar Porschen. Það kannski ekki líka hægt. Porschens er standing start. Ef hann var í rolling start þá væri Porschen sannlega mun meira tekinn því hann er mjög góður í rolling start en að taka hann stað frá kjurru það er ekki hans sterka hlið. En já. en er svona að loka, það er satt bara 6 mínútur í tímatökur og ef ykkur hefur tök á því að senda honum Sindra skilaboð þá væri það alveg upplætt að gera það núna að styttist í tímatökur. Algjörlega og kannski örsnögt að í liðakeppninni þá er það BSIC Racing og Kaldi Racing Team sem eru jöfn í fyrsta sæti eftir fyrstu keppnina með 36 stig. Síðan er Arctic Retro Rewind Racing í 3. sæti, Lava Show Racing Team eru 4., Kraftey Racing 5., Hraðfuglar Spandex 7. og Krafteylar í 7. sæti. Þannig að þá eru þið komið með stöðuna á þessu alveg á hreint. Og hérna í kvöld erum við, eins og sjáum að Watkins Glen og við erum að keppa 34 ringi. Það verður, ég var búinn að ræða við fróðamenn hér fyrir í dag hugsanlega strategíur. Varstu eitthvað búinn að íhuga það eitthvað ekki? Já, sko, nei, ég í raun og veru verða að viðurkenna það. Ég er ekki alveg með þetta hreinu, sko. Það er ekkert að marka að horfa á opnu og aðra því að þau eru að keppa með hálfan tang og styttra keppni þannig að hún segir mann ekki neitt. Þannig að maður er svolítið að koma blindur inn í þetta núna. Ég veit þó, ég var náttúrulega að keppa í opnu, er að medium er að duga sko 9 til 11 veist, hjá mér og okkar flokki. Menn geta yfirleitt krist meira úr þessu því að herra því betri sem deildin er. Þannig ég setti svona blað 9 til 13. Ég trúi nú alla menn geta keyrt meira 13. Erfitt að ná 13. Já, þetta er... Og svo skilst mér að það sé eiginlega ekki hægt að ná góðum. Sko þetta er eiginlega, menn spáði þetta sé ekki innstoppa keppni. Þetta er að menn sé að fara að taka medium 2 sinnum og hard einu sinni. Já, gæti verið medium hard, það getur verið medium hard og getur líka verið medium hard soft.
Þetta svona það sem hvísla að mér í dag. Já, ég er bara að verða að segja, ég er spennt fyrir að sjá hvernig spilast úr þessu. Ég hef ekkert magic strat á bakvið eyrað. Þetta verður eitthvað. En sko, ef það er einstafastrat, þá er það hard. Já. Svo náttúrulega kemur bensíneysla til að spila eitthvað inn í þetta. Menn eru byrjar að spara bensín til að stytta pitstoppið og það er hugsanlegt að einhverju gerir það. Svo er náttúrulega áhugavert að því við tölum Renault áðan. Þú keyrðir nú Renault í fyrra eða ekki? Jú. Hann er alveg agalega hraður á stað. Já, hann er bara 2 raðir liggur við. Tölum röð 1, 2 er 1 röð, 3, 4 er 1 röð. Þú ert að hoppa fram fyrir sko 2-4 bíla. Já. Það er eitthvað sem við þurfum að fylgjast með. Það verður áhugavert fyrir þá sem keyra þann bíl að sjá hvernig við koma í startinu. Sem kom er 1 staðfestur á honum. Það er Oliver. Akkurat. Ég er pínu spenntur fyrir því. Hann keyrði Porsche í fyrra og hann fór upp í andstæðina nú. Já, hann fór alveg í andstæðina, ógeðslega fljótur á stað yfir í að vera ógeðslega hægur á stað. Það er greinilegt að hann er orðið svo pirraður, sko. Já. Það er spurning hvort Porschen sé Renaultin sé meðalið við Porsche. Það er aftur að koma í ljós, sko. En svo náttúrulega spilar inn í þetta, bensíneysla og dekkjaeysla og það eru breyttar stillingar núna. Það er minni dekkjaeysla og meiri bensíneysla. Þannig að þetta á eftir að koma í ljós. Það er pínu spennandi. Já, er Sindri ekkert búinn að láta sjá sig? Við skulum kannski líka meðan að við býjum til Sindra. Það eru komnar einhverjar spár í spjallið. Jói Egil segir Jón Þór Himmi Daddi. Ok. Hver er Daddi? Það er Davíð Adams eða. Jökull segir Hilmar Jón Þór Oliver. Ívar segir ég er svo spenntur. Rúnar Karlsson segir be sick, fyrst á annarsæti, rest skiptir ekki máli. Jón Ottrísson, Jón Þór, Hilli Eldri, Ari. Og já, láttum við sjá. Það eru komnar eitthvað fleiri hérna. Já, þetta er skemmtilegt. Það voru mikla sviftingar í síðustu keppni, en halda áfram. Já, Ívar Eithor segir Davíð, Hilmar, Jón Þór. Þannig að já, þetta er svona meira að minna að vera komið. Og bara endilega verið virk í spjallinu og láta okkur vita, það er eitthvað sem við getum bætt eða eitthvað sem fór fram hjá okkur. Við reynum svona að hafa annað augað á þessu. Óli segir Jón Þór, Davíð, Hilmar. En já, það er bara að fara að detta í tímatökur. Já. Ég er að senda hérna skilaboð á fyrstdeildina að forvitnast Sindra. Já, það er svona skemmtilega að hafa hann með. Já, gefa honum hérna akademískar 2-3 mínútur, sjá hvað gerist. Látum við sjá. Liðsfélagi hans Sindra, látum við sjá. Það er Topson. Já, við erum með hann í mynd hérna á braut. Ég veit ekki hvort hann takki við skilaboðum akkurat núna. Hann er að keyra beinakaflann upp brekkuna og komandi inn í busstoppið. Busstoppið er nú líka eina af þessum eftirminnilegu beygjum á tímabilinu ef maður tekur allt saman. Það eru svona nokkrar yfir sísonið sem að bera varast og busstoppið hérna á Watkins Glen er klárlega eina af þessum riski beygjum þar sem að þú kannski vinnur ekki mikið en þú getur tapað miklu þar og ofurhuga framúraksturar eru varasamir þar en maður hefur séð að ganga upp og maður hefur líka séð að klúrast. Já, ég kom vel í gær þegar fórum við 2 hann í gegnum busstoppið í gær og ég náði bara í 2 sekúndur bara síðan svona. Já. Þetta er eiginlega lose-lose að fara þetta samhliða í gegn yfirleitt.
það voru þetta verður skemmtilegt. Ég fór líka yfir það voru sviftingar. Hilmar var mjög sterkur í síðustu keppni að gera 2 mistök sem kostaði mikið. Þá var hann í lest. Menn þurfa að æfa og missir að bremsupunktu 2 svar. Getur verið erfitt að hitta negla punktinn. Það var bílaval sem fór illa með Landó og líka Viktor svolítið. Þeir voru mjög framalega lengi vel. Já. Og svo líka spyrir hvað ætlar Mr. J að gera í kvöld. Hann ætlaði búinn að vera óstöðandi síðan hann sást á braut. Myndi svolítið á Jökul. Hann að fljúgandi uppleið. Já, og með hraðasta tíma hérna í free practice 1:45,179. Það verður sterk skilaboð ef hann tekur þessa keppni í kvöld. Hvað hann ætlar sér og þá geta menn farið að svitna í úrvalsdeildinni frekar fljótlega. það engin friður í úrvalsdeildinni. Það alltaf eitthvað nýtt young blood sem að koma upp og læta mann svitna. Það geggjað sko. Það er alltaf að vera þéttast hópurinn. Ég veit það. Eitt árið er maður í baráttunni, svo næsta ár hafa maður bara middpakk og skilur ekkert hvað gerist. Helviti snýr, unglingar. God damn, young ones. Nei. Þetta er svona. En herru, það er ekki búin að koma neitt skilaboð. Einum. Ég er búin að senda. Hann hefur líka færi á því að koma í keppnina. Já. Sindri er ekki með. Já. En líka sko, ef menn eru seinir í tímatöku, þá hafa alltaf sjensin á að mæta meðan tímataka og starta síðastir. Þannig að við þurfum svona ekki að bíða og lengi eftir þeim. Það er staðfest, hann verður ekki með. En ég ætla bara að henda í tímatökur. Bara, let's go, kýlum á þetta. Alright. Ég gaf einhvern veginn að svona, starting soon. Ég hef kannski átt að gera það. Meira svona starting now, það er allir að bíða hvort það er ekkert að láta það vita. En nei. Ég held að kom ekki neinum á óvart sem er í lobbyinu að býja til tímataka sig að byrja. Kom 3 mínútur yfir og við vonum bara að það takki þessu allir vel. Já. Hansó eða Hannes sem við þekkjum á brautinni mjög vel, hann segir: ég hef trú á Davíð í þessari keppni. Hann sýnir okkur hvar við fáum ölið. Jæja. Það er bara margir tilkallaðir og ég er spenntur að fylgjast með þessari keppni í kvöld, sérstaklega Mr. J, og svo getur hver sem er tekið annars sæti. Það er rosalega margir tilkallaðir, myndi ég segja, útnefndir. Já, en ég myndi segja svona meðan við að Davíð keyrir í kaldi racing, að þá fáir hann ölið væntanlega þar. Það er gaman að þessu. Menn að stiga sína menn, það er bara vel og gott og vel. En hérna á meðan við erum á Outlapp, þá ætlum við snöggvast að segja hverjir sponsora þessa deild. Það er Arctic Iceland, Gullfiskur, Lavasjó, Kraft Day, Kraftvélar, Game TV, Auto Center, Classic Detail og GT Academia. Og við þökkum þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin. Alveg frábært. Það er ekki aðeins komin keppni að komast í opnu deildina sem var full bókuð í gær. Þetta held ég að sé var uppbókað að vera sponsor. Þetta er alveg svo langur listi. Bara fallegt. Já, þetta er svona, það er gaman að sjá að það er nóg af fólki sem vil keyra. Það liggur við sko að maður splitti opnu deildin upp í nýlegar og svo gerir maður opna deildin Old Boys, sem eru svona gamlar kempir sem eru búin að keyra í efri deildum en nenni ekki að taka þetta of alvarlega. Það getur þetta að hafa riðlakeppni í opnu, 2 riðlar í opnu eða bara 4. og opna. Algjörlega. En fyrstur manna til að skella sér í Hot Lap er hann Carlos sem við sáum hér á braut sem Nando Loris. Hann keyrir á Möstu sem hljómar eins og Formule 1 bíl frá early 2000. Æðislegur bíl. Já, ég kann að meta öskrið í honum. Þetta minnir mig á formúlubílana þegar þeir sounduðu vel. Og ég get sagt þér líka að Nando, hann var að velja bíl, ákveða sig bara alveg fram á síðustu stundu í dag. Já. Hann var að gera upp á milli BWF, M6 sprintmodel eða Möstunar og endan ákveðin að velja Möstunar, fannst þú liggja betur
Já. væri stabíli, hún liggur eins og pönnukaka þessi bíl. Já, það er alveg ótrúlegt hvað menn geta lent í miklum valkvíða svona rétt fyrir fyrstu keppnina á tímabilinu þegar þeir eru að taka ákvörðun hvað grúp 3 bíl á að Já, hann sagði þau eru að lenda í kvíðavandamáli, kvíði svolítið bara. Ég man eftir í fyrra sko þegar að menn voru að skipta 5-6 sinnum skoðun alltaf. Svo tók öður næstu æfingu þá bara nei, þetta er þessi, svo tók aðra æfingu, nei, ég er komin á þennan, þetta er alveg. Svo ertu loksins búin að ákveða þig, þá kemur alltaf bara eitthvað helvítis update og breytir bílum. Já. Það er alveg eitt, mín reynsla með það, svona heilt yfir, veist þegar það er eitthvað svona season í turismó, að einhvern endanum þá er það alltaf Nissanin sem endar bestur, af því að hvað er það, PT, hann gerði Nissan á sínum tíma, hann virðist hafa eitthvað veika blett fyrir hann. Já, svo líka hefur Toyota búin að vera mjög sterka því að þau sponsora sko leikinn. Herðu, núna er fyrst tímar að detta inn. Já, algjörlega. Hilmar, já, 45-5, glæsilegt. Og hvað gerir Dr. J? Mr. J. Ég kalla samt Dr. J ef hann tekur svona 2-3 keppnir í röð, þá ætti að fara að kalla hann Dr. J. Hann 1.45.8, það dugar í annarsætið, hann er rétt fyrir aftan. Já, þetta eru sko, einn tíundi af sekundu. Harry Viktor, hvað gerir Viktor? Nei, heyrðu, hann er 10. 11. Oliver, eini sem eftir að setja tíma. Hann verður upp í 4. Það er að þétta stoppurinn. Það er gott að ná svona top 5 í fyrsta hring. Þá líður manni vel, getur maður tekið meiri sjansa. Það er gott, það er slæmt að byrja illa. Þá þarf maður alltaf svo hræddur, klúðra hring. Maður verður að ná að negla einum góðum og þá getur maður svona aðeins þetta sér veislinu. Já, ná einum safe lap. Já, það er að helst svona í top 5. Herru, nú kemur Lando, Lando er að klára hring 2, hann er að bæta sig. Nei. Davíð. Já. Davíð stakk í fyrsta. Tekur potinn. Sjáum hérna Hilmar, hann er að koma í síðustu beina. Nær hann að stinga sér upp fyrir Davíð. Er hann að bæta sig? Nei. Hann er eitthvað mistök 5 sekundur. En núna kemur. Nei, veistu ég ekki heldur. Hilli hoppar upp í 5. Bætir sig 0,1. Ari Lyngdal, herðu hann hoppar upp í 4. Það er vel gert hjá kallinum. Það er byrjað að þéttast heldur betur núna. Dekkin orðin heit. Það er 2. og 3. hringur sem eru bestu hringinir. Og það meina 2. og 3. heitur hringinir. Já, myndir þú segja borgaði sig að koma á skiptum dekk og fara aftur út? Ég er ekki, þetta er svo lítið sko, mér finnst það ekki. Það má deila það. En sko nú erum við á 4. hring og það eru 3 mínútur eftir. Já, þú veist að það var, ég veit ekki, þetta er svo lítið bensín sem er farið og dekkin er ennþá príma. Finnst mér. Þetta er allt spurning. Brynjar Péturs horfum á hérna, hann er í 8. og fer út af. Og Davíð er að fara, nei, hann fer út af. Davíð fer í pitt. Hann er gett mistök, hann bara kanselar hringur. Já, þú meinar, já, hann getur nú samt. Hilmar er ekki að bæta sig, hann er lélur hring. Herðu, Dr. J, Mr. J er að bæta sig. Spyrir hvort að dugar í annað, það held að dugi ekki í 1. Hann gæti náð öðru, hann er að fara nú í síðustu beygina. Allt í botni hérna. Hann bætir sig smá. 2 þúsundustu
0,002, það minnar Og hann ekki verður í pitt. Já, Já, hann ætlar að, sko, hann fær inn. Já, það verður að gera svona. Ok. hann fer inn og keyrir strax aftur út rút, þá nær hann, Já. sleppur hann á klappinu. Einum heitring. Já, Hann er einn heitring. Það er allt, herði. Ari, hvað er upp í annarsæti? Já, Hann bætti sig þetta 0,4. það er rosalega lítill munur á milli annars, þriðja og fjórða sætis. Já. Davíð Adams er með 2/10 hluta og sjáðu, Ari er á fjólubláum. Sjáum hvort hann er að hanga á þessu. Já. Þetta var fyrsti sektor. Já, en auðvitað fjólblá þar, en þetta segir meira til þessi sektor, hann er að klára sektor 2. Akkurat. Fljótlega. Þetta er svona, mér finnst þessi braut æði. Já, hún er mjög skemmtileg, ég verð að segja það. Ég kann vel við hana. Hún er með alls konar beygjum. Ari missir 0,1 fyrir neðan sem besta. Já, þetta er samt ekki búið, hann gæti unnið þetta aftur upp. Þetta er ekki nema 10 hluti sem hann er undir. Já. Það er samt undir sínum tíma, en kannski, já, hann ætti ekki að bæta sinn tíma, en hann hæpið að ná í Davíð upp á þessu. Sjáum hérna. Nei, það versnar hjá honum, hann kom mínus 0,2. Já, þetta er bara. Hilmar er að fara í línuna, það gerir Hilmar. Þriði, 7 sekúndum. Já, það hefur átlapp. Hann er að taka núna síðasta heitalappan, hann fór inn. Já, akkurat. Þetta var átlapp. Hann og Mr. J er á sömu pælingu. Já. Fóru inn og aftur út. Sjáum hérna Mr. J starta síðasta tímatökurringi sinn. Á ferskum dekkjum. Nær hann að bæta tíman. Ef það er ekki núna, þá er það aldrei. Þetta er tíminn til að Ég þarf það að vera gerast. í 10. sæti, 11. sæti til þess að meira en sekúnda í fyrsta. Spáði því. Já. 0,8 og minna frá 10 og upp. Þú sér það bara, niður í 5. sæti er basically hálf sekúnda frá fyrsta og í 5. sæti. Já. Og 1/4 sekúndu í 4. sæti. Þú veist, þetta er mjög jafnt. 2-4 Ari, Hilmar og Mr. J slást anna. En þetta er náttúrulega bara eitt ringur, 2 beygjur, eitthvað svona stundum. Toppi. Skikkarfótur. Davíð styrti sér á topnum. Setti. Var hann að bæta tíma sinn? Já. Já, sjáum að Jón Þóri er ekki að fara að bæta sig. Hann er ekki að gera á betri tíma en hann var, þannig að þetta lítur svolítið vel út fyrir hann Davíð. Það er engin annar á fjólubláum núna. Það gerir. Nei, það var eftir ykkur. Nei. Hann er alveg farin eftir ykkur hjá honum. Hilli, hvað gerir Hilli? Vilmar. Já, hann bætt sig. Býttur þau? Hvað er að Ég gera? hef eitthvað lesið þetta vitlaust. Svo, nei, Brynjar Péturs fekk sekt þarna í síðasta. Ólöf hann á lillum ring. Viktor að klára ring. Toppi að taka síðustu beygjuna. Og Viktor líka er hérna á undan hannum. Hvað gera þær? Nei, Það er ekkert að frétta. breytingar. Þetta virðist bara vera komið mér sýnist það. algjörlega. Mér sýnist það. Og við skulum kíka hérna á stöðuna í tímatöku. Það er Davíð Adams sem toppar tímatökunar 1:45.229 og síðan er Ari Lyngdal í öðru sæti. Hilmar er í 3. sæti. Jón Þór Sigur er í síðustu keppni, er 4. Oliver Nói er í 5. sæti. Toppi Topsson 7. Hilli D 7. og Brynjar Péturs 8. Og í 9. sæti er það Carlos
í 10. sæti er að Viktor. Ég Já. ætlum að vona honum aðeins ofar. Steini er Talsvert. 11. og Jón Brynjar er 12. og þar höfum við alla þá 12 ökumenn sem eru að keppa hér í kvöld. Já, þetta er skrítið, ætla ég að leiða mér að segja, með Viktor. Ég átti honum talsvert sterkari. Já, Verðum bara en að segja það. sko ég held að hann sé kannski ekki búin að æfa neitt rosa mikið fyrir keppnina. Hann var eitthvað að færa til riggið sitt og Já, eitthvað svoleiðis, þannig að hver veit, en þetta er allavega staðan og er þá ekki bara komin tími á að Var líka- setja þetta lobby og raða upp á línu og Já, gera já. okkur klári í lætin. það var líka í huga að hann Ólafur í 5. sæti er með rakettu af stað. Ég ætla að Já. fara hérna og breyta lobbyinu. Já, Andreis er að gera fyrst. sko Ólífer gæti bara verið í baráttu fyrsta sætið út úr fyrstu beygju sko, með í bílinn í startinu. Já, já. Það er bara Ég held svolítið það. þannig. Andreis. Þá þurfum við að láta alla entera þetta. Núna er ég búinn að koma með réttu stillingarnar. Og ég get farið að raða í grid ef menn koma sér á braut. Og kannski tilkynna ef við ekki að segja við byrjum þetta 21:52, þetta er 4 mínútur eða 5, 53, hvað veist þér? Bara þurfum ekki einu sinni 5 mínútur í þetta sko, en bara Já, bara 52 upp að hljómar vel. tilkynna þeim skilur bara félagunum. Já, segjum bara 52. Já. Má sjá, ég byrja að raða hérna. Ég tók mynd af þessu, þannig að alveg góðum málum hérna. Sjá. Davíð Adams, Harry Lyngdal, 3. Hilmar, 4. herra Jóð, Jón Þór, 5. var Ólafur, Tobbi. Tobbi var ekki. Ok, og gerir aftur hérna. Tobbi. Toppi, svo var það Hulli. 7. Hilli. 7. 8. Brynjar Péturs. 9. Sjó. 9. Landó. 10. Viktor. Steini og Jón Brynjar. Þá er það komið. Við erum búin að raða í og við erum bara tilbúinir. Þá er líka bara gaman að sjá að stelast í að sjá hvernig dekkja valið lítur út svona gróflega. Það ekki? Já, þetta verður Já, menn eru kannski að bluffa, við erum kannski ekkert að lesa svo mikið í þetta. Menn skipta síðu stundu. Það er aldrei að vita. Já, ég ætla ekki að pæla í, það kemur bara í ljós, sem maður segir. Það er nú ekkert ólíklegt að menn séu að æfa dekkin sem þeir starta á. Og svona sýnist flestir ætla að starta á hörðum. Það er einhverjar medium túturinn inn á milli. Já. Já. Það er 1 minute warning. Bara skrifa það hérna. Yes.
Jæja. Þetta er bara í skinnunu, hlaka til maður. Það er að bresta á. Algjörlega, bara nú er tími fyrir áhorfendur að hækka hans í græjunum, spenna beltin og gera sig klár í round 2 í fyrstu deild hérna á Watkins Glen. Já. Þú ert með rétt að viewer-mótið og allt er klárt. Já. Það er ennþá einhverja sekúndur í þetta. Já, ég ætla að setja inn spá, það er svolítið svindla að setja inn spá svona þegar maður er búinn að sjá góli, eða ekki? Nei, Ég ætla samt að þú segja, Mr. J byrjar í 4. seti, ég ætla að segja að taka þetta. Já, Ég hef ekki trú honum, hann er með reiskritt. Ég ætla að spá Davíð Adams í öðru. Svo veit ég ekki alveg hvað ég að segja, sko. Ég veit ekki alveg, ég held að Hilli eftir að hækka sem eitthvað sæti. Það er svona eitthvað í þessu. Herru, ég held að ég geti farið að braut, ég ekki bara starta þessu. Hún er orðið 52. Já, ég held það bara Ok. hérna. Let's go. Good luck. Já. Þá er þetta að gerast. Ég ætla Mér líst ákveðlega vel á að Davíð vinni. Ég held að þetta veri flott barátta. Ég Ég ætla að fylgjast með Oliver. Ég ætla að sérstaklega vera honum að hann er með rakettu. Akkurat. 5. seti. En hérna erum við komin á línu og þetta er að fara að gerast, ljósin að kvikna og það er komin tími til að fara að keppa. Let's go racing! Let's go racing! Woo! Herri. Gott start hjá Jón Þór sýndist mér þannig. Davíð ekki alveg nógu gott. Ari ekki alveg nógu gott. Wow! Davíð Adams leiðir, Jón Þór er í öðru, Ari Lyngdal í 3. Þannig að Hilmar dottinni í síðasta náði seti. góðu starti hann Jón Þór og Oliver er 4. Fór hann vítt. Já, hann dottir í 8. síðasta seti. En nú kemur börstoppið. Woo, baby. Það er Hér er alveg hörku bara það. Já, maður heldur bara þessi andan og ég er ekkert voðalega mikið að lýsa. Þetta byrjar vel og svona nokkuð mistakalaust. Sjáum hann að fer aðeins út úr braut. Það er enginn að það bara fara af braut. Enginn hérna, þetta er ennþá ein súpa. Jón Þór fylgir fast á eftir Og honum. Brynjar. En sko Davíð Adams hann er að byrja á hörðum dekkjum. Ari Lyngdal er líka á hörðum. Og Jón Þór er á hörðum. Oliver er á hörðum. Toppi er á hörðum. Hill er á hörðum. Og Carlos er á hörðum. Brynjar er á hörðum. Steini er á medium. Fyrsti medium-gaurinn á brautinni. Og Steini fer hann aðeins í Brynjar Péturs. Æ, hvað er að gerast? Herðu þeir klemmast. Andó og Brynjar Péturs. Replay á þetta. Já, ég náði þessu í replayð. Fylgjast hérna með. Sjáum Brynjar. Hvorum er skemmt? Það er lukka. Þetta byrjar eiginlega á því að Steini fer aðeins í hliðina á Brynjari. Og Hilmar snýr sér og fer í Jón Brynjar. Þetta er rosalegt. Er þetta að gerast núna eða? Já. Ég var Og nefnilega annar í replay 9. bara Ég var í... beint. Þeir eru nummer 8 og 9. Já, getur gett replay bara strax aftur og fara á ökumir 8 og 9. Má sjá. Þetta var alg... Sæk! Herru, við Þetta þurfum að var sjá rosalegt. þetta betur. Við þurfum að fá þetta aftur. Sjáum hérna Hilmar. Býtu. Þetta er ekki rétt í staður. Ég þarf að fara aftur á Brynjar Péturs. Er ég búinn að klúra þessu? Nei. Jó, mér sýnist það. Við náðum hann að smá brota þessu. Sko, ég sagði að hann sneri sér. Jón Brynjar bara svolítið óheppilega. Ekkert svona racing eins og þetta bara missi bílinn og rennur á. Já,
rennur á Hilmar. Þetta var alveg, eða Hilmar öfugt, já, Hilmar rennur á Jón Brynjar. Ég Hann náði bara þessu missti bílinn. smá, en svo ætlaði ég að spila hann var þetta ekki að taka aftur og fram þá úr. fór það í eitthvað klúður. Já, hann var ekki að reyna að taka fram úr, heldur bara missi bílinn og rennur á Jón Brynjar. Já, Jón fór þarna að slæta fyrir aftan Ara Lyngdal. Algjör pressa þar í gangi. Og við erum bara á hring 2 að starta hring 3 núna, sko. Þetta byrja með látum. Og það er mikil keppni núna annarsæti. Hann er að þjarma á honum. Jón Þór er að þjarma Ara Lyngdal. Ólífur Það er Nói búið rétt fyrir aftan á. Já, en sko, hann var komin alveg í skotti, hann var hútt í skott bara fyrir 2 beygum síðan. Hann fylgir honum Ara eins og skugginn, hann Jón Þór. Já, Ari, tekur betri ó, beygju fer hann í svolítið gegnum. vítt, vissir hann og vítt, nær hann að katt innan á hann, nei, Ari sýnist mér halda þessu, en hann fór aðeins vítt í þessa stóru beygju þarna. já, það var ekki óvið, það eru margar línur hann í gegn. Þetta var svo sem allt er lægi. Já, svona smá slæt Fær meira hana, endar það. Já, akkurat. En það er Þetta er- greinlegt að það er mikið pressa í gangi hérna. já, heldur betur. Þetta hjálpa Davíð. Davíð er með þægilegt 1,5 sekúndu. En það er samt bara ein léleg beygja. Já, Raun og veru. það þarf ekki meira, sko. En vissulega er þessi barátta einum annarsæti, það er aðeins að gefa honum smá færi, Andrými. að meðan að Já, Ari já. er að keyra í baksýnisspeglinum, þá er hann ekki að horfa í skottið á Davíð. Klálega. Það er mjög vítt hana. Spurning hvort þetta sé það vítt að hann fái sagt. Veit það ekki, sennilega ekki. Hver þá? Ari Lyngdal. Já, síndist að sleppa. Já, algjörlega. Þá sér það Jón með hraðasta hring. Og núna gæta gert allu að ef hann missir ekki bíl út fyrir og fær öll að sekt fyrir þetta. Þetta er sagt, Þetta- hann þetta er fór tölu á honum. En það gæti samt verið, sko, að hafi verið smá snerting sem að orsakaði þetta og þá sleppur hann við sektina. Já, Dirty er. Já, kannski að því að því að hann hann er ekki sló að fá af. sektina. Já, Nei, akkurat. hann hefur bara eitthvað slá af eða eitthvað. Já, algjörlega, sko. Þetta er, Það er einhvern sem við dettur í hug því að þetta er óvinnilegt að sleppa við sekt hana. já, þetta var... Ó, þetta fyrir Ari á þetta er sekt. Þetta er 2,5. Þetta ætti að vera 2,5 ef maður rétt. 1,5. Þetta er 1,5. Hún verður tekinn úr strax. Nú þarf Jón ekkert að flýta sér. Það er bara 2 beigur í, hann takir sektina held ég. Já. Já, hann Það eru lúður. Já, hann komið skítur dekk líka. Já. Jón komið fram úr, við skulum samt fá endursýningu af þessu hjá Ara. Já. Hvernig kemur hann í busstoppið og bara nær ekki beyjunni. Það er bara þannig. Og Ari missir konið í 5. og rannaði í 5. Það var dýr refsing. Þetta var mjög dýrkeypt og baráttan er núna í 3. sæti þar sem að Oliver er í 3. og Hilli er fyrir aftan hann með gríðarlega pressu. Já. Sjáum hann hérna á MR bíl. Hann Hilli Renault. Það er skemmtilegt að sjá. Það er miklu meira MR bílum í boði núna heldur en fyrir hérna 2 ára síðan. Þá var eiginlega ekki hægt að keyra neitt nema bíla með vélina fram í, en þetta er alltaf opnast og við erum farin að sjá bíla eins og Renault og Ferrari á braut sem að sáast aldrei hérna áður fyrr. Nákvæmlega. Mjög skemmtilegt. Já, algjörlega. Sjáum núna er Hilli. Hann er bara í bullandi slipi. Óli tekur miðju vernd, það er skynsalegt. Þetta hvað, hann var að hugsa þetta, en ákvað að geima þetta betri Sló dags. svolítið seint af, já. Sló svolítið seint af, hefði getað kostað hann talsað meira en hálfa sekundu.
Þetta var svolítið, þeir voru svolítið í chicken, hann var að vonast þess að myndi bremsa fyrr, hann Oliver, en hann gerði það ekki, þannig að Hilli varð að baka út úr þessu. Þetta er svolítið, þessi beygja er svolítið svona game of chicken þegar hann koma samhliðan upp. Já, ég það að Renault er með rosalega bremsur. Já, hvernig er Hann endar er með hann? rosalega bremsur. Hann er svona allt í lagi, en hann er með rosalega bremsur. Hann er líka með 7 gíra, það getur stilt bílinn svolítið betur af í réttu gír, hann er aldrei svona einhvern veginn milligíraður. Já, þetta er sennilega fjörgýraðasti kassin í bransanum. Já, 7 gírar, það er flestir bara að fagna að fá 6. Já, ég meina Porschen er bara með 4, sko. Já, notaða. Nei, bara 4, that's it. Já, fyrsti gírin er náttúrulega ekki bara til þess að fara af stað. Hann er eiginlega bara með 3. Já, eiginlega. Ég er að ruggla, gæti verið þessi 50 gírinn á honum, en... Ég held það. Ég veit að fyrsti gír er svo stuttur, þú notar hann aldrei. Þú stýr bara bílum og notar fyrsta gír. Já, bara því miður þarf að taka á stað í fyrsta gírnum. Já, ég veit. Nei, hann er eitthvað alveg fínn út úr mjög hægum og kröppum beygjum, sko, en... Já. Hann var ekki settur í vélina til þess að taka á stað frá kjörinu. Það Tobbi er komið skemmt í 7. sæti. Ég sá ekki hvað gerðist. Það Jón Brynjar á medium í 8. Hann fer dekkinu að fara mjög hressilega á medium. Hann er ekki að bani þessi bíl gerðilega. Nei, og Viktor sem að startaði frekar aftalega, hann komið upp í 7. sæti. Já, ég skoða upp dekkinu Jón Brynjari. Hann er á 7. hring. Og það er bara búinn dekkin. Dekkin, medium-dekkinu hefði átt að duga. Hann átt að fullu tanki með hvernig vorum við í opnudildinni, en fjandakornið, þetta er rosalega eyðsla. Já, þau náttúrulega aðeins á þyngri bíl heldur en í opnudildinni sem við horfum á. Já, og en ég gæti að keyra 10 hringi, sko. Þetta er rosalegt. Sérðu, þetta er einstæmi á brautinni. Hugsanlega er hann dekkjaböðull. Það þekkist nú alveg í þessum bransa. Já. Síðast ég keyri Porschen var hann fínn á dekk, en nú hef ég eiginlega ekkert keyrt síðan að síðasta keppni á síðasta tímabili kláraðist, þannig að ég er ekki alveg sjór. Þetta er bara að sýna okkur að hann er það, eða Jón Brynjar, það er annað hvort. Já. Þetta er annað hvort bílinn þegar ökumaðurinn. Já, sérðu, hann er byrjað vandræði með að ná beygjunum hann það. Já, algjörlega, sko, þetta er... Hilmar hoppar hann fram fyrir hann, koni 8. Þetta er að dotti niður í síðasta Það sæti. er að henda sér í pitt. Hvað er hann þarf að þrauka þetta lengi? Hilmar er að ná góður recovery dræfi hérna. Hann var komin í síðasta sæti. Komin í 8. núna. Það eru þýskir bílaframleiðendur að berjast Mercedes og Porsche. Brynjar Pétur hérna 10. Steini Sveins með 1,5 sekúndu í sekt er í 11. og fyrir aftan hann Carlos. Þetta er ekki að byrja vel hjá Lava Sjó strákunum. Nei, ekki í dag. Byrjuðu illa síðast en enda ágætlega svo sem. Það er nóg eftir. Já. Svo er reyna að aðeins að vera bjarsýnn fyrir þeirra höld. Það er ekki það smá bjarsýni. Þetta lítur vel út hjá Davíð Addarsson tónum. Hann er komin, þetta er svo sem ekkert rosalegt forskott, hann er komin í 1,6. Já, það voru 2. Já. Það voru 2, þannig að hann er nú aðeins að narta í hann, það er lítið, en hann gefur hann enga grið. Nei. Og ákvöld hoppar hann í 1,5 bara í þessu tölu orðum. Það er pressa þótt hann sé ekki í skottinu, þá er viss pressa í gangi hérna. Já, algjörlega. Nú voru dottin í undir 1,3. Já, heldur betur, tók bara hálfa sekúndu þannig á smá kabla. Já. Það er bara stutt í slipinn. Já, þetta geti orðið barátta bara á næstunni, ekki spurning. Enda setur Jón hraðasta hring. En Jón Þór
er ég ekki eftir, ég var að taka eftir því að hann Oliver, hann er í keppni við Hilla þriðja sem stendur. Hann er með talsvert meira bensín eftir sem að bara eftir að hjálpa honum líður á keppnina. Já, það getur alveg skipt sletta máli hversu vel þú fer með bensínið. Við sáum það oft í fyrra að menn voru að taka fram úr í pittinum bara því að þurfa að setja minna bensín á bílinn. Já. Hún er endur aðeins hraðari á bensínábendingin í ár en það munar nú ekki miklu. 4 lítrar á sekúndu, það er bara 1 sekúnda og þetta er hver 4 lítrar. Þetta er alveg komið 2 sekúndur hérna, myndi ég halda. Munurinn á þeim. Og það er það bara núna. Þetta verður líklega 2 pitta race. Ætla ég að leyfa að giska á. Það er enginn að sína tilburði að geta keyrt hérna harddekkin hálfa keppni sem var það hard option á eins stoppa race. Það er hugsanlega hægt hjá miklum dekkjakvíslurum en ég er ekki endilega viss að sé vænlegt því að menn þurfa svolítið að sparkera. Já, það er enginn í þeim gír, sko. Nei, það er enginn einhvern veginn sem er bara með yfirbara góð dekk sem þyrfti. Því að það er 17-17 og það er ennþá 8 hringir í það. 8 hringir, já. 9 með þessum. Það er ekkert að vera að takast. Nei, 8. Þetta staflir allt í 2 stopp. Þetta er bara spurning hvort að menn náðu 2 umgangum af medium eða hvort að það þurfa að taka 2 umganga af hard. Nú er Jón Þór bara dett í slippinn. Hann er bara komin í slippinn. Já, og er á fjólubláum hérna. Kannski ekki að marka fyrsta sektorinn. Nei. En þetta er basically, þetta er bara að verða bara á það. Já, ég spáði þessi verið top 2. Það er bara reyndar ekki þessar röð. Já. Þetta stefnir í spennandi kvöld. Algjörlega. Og þeir eru, það er eiginlega engin munur á bensínu hjá þeim. Það er ekki spennandi barátta þar. Dekkin eru nánast eins. Það er bara lygilega lík dekkjabrennslan. Davíð á alveg örlítið meira bensín eftir en það er svo lítið, það er ekki að fara að breyta hann einu, held ég. Nei, einmitt. Það verður kannski meira ef ykkur getur ráðið að keyra lengur, einu hring lengur á medium dekkjanum. Það er eitthvað svoleiðis kannski meira í spilunum, eitthvað undercut. Dekkja undercut en það er ekki bensín undercut í spilinu, sýnist mér sem stendur. Nema að Jón Þór sé byrjar að slá af til að spara bensín. Já, þetta er komin aftur í 1,5. Það virðist vera að bílið er svolítið að rokka. Þú veist, þeir eru greinilega að keyra með jafnt, þetta er bara spurningum hver er að gera mistök á hverjum hring eða hvað, en þetta virðist vera svolítið á svipum nótum. Fer upp, fer svo aftur niður. Já. Það er að auka bíli núna, komið í 1,5 rúma. Ég ætla að leyfa að giska að þetta verður svona 13, 14, 10, 10. Þess 2 medium stint, 10 hringir. 13, 14, 10, 11. Já. Svo gætum við líka verið að horfa á hugsanlega að BMF-inn sem að Davíð er að keyra. Kannski er hann að standa sig betur á fyrirpartbrautarinnar á meðan á seinni parturum Jón Þór er að vinna upp tíman. Sjáum hérna, sko, tíminn er komin í 1,9 núna og mér sýnist svona eins og á seinni helming brautarinnar og sérstaklega í síðasta sektor að það sé staðurinn sem að Jón Þór sé að vinna upp tíma. Þannig er það í síðasta sektornum og hann tekur smá tíma hana. Það verður svolítið vera að Ég síðst ekki bara að vera að forma þeim, sko. Davíð átti góðan síðasta hring. Jón Þór átti fyrir 3 hringi síðan. Þetta svona virðist bara að finna línunar. Þetta er náttúrulega bara, sko, einhver sekúndu viðbragð í stýrinu. Stundum
Hann tók 0-4 á Davíð í síðasta sektor. Já. Skulum sjá hvort hann tapið í núna í fyrsta eða hvort það var bara eitthvað tilfallandi. Hann er ennþá að vinna á hann, þannig að ég gæti hugsanlega verið gjörsamlega að bullum eitthvað sem er ekki rétt, en það væri ekki fyrst skipti. Nei, við getum líka að mista, veist, ef þið voru nálægt og það fipa menn í busstoppinu Algjörlega. núna og þá kostar þið heila hrygga jafnað á því. Maður er nú oft bara að hugsa upp átt í beinni, sko. Já, ég veit ég líka. Þetta er svo lítið sem það eru út að bera til þess að slíta allt í hálfsekúnda. Já, algjörlega. Herra, svo hérna öðru fréttum þá er Jón Brynjar búinn að pitta, Conor Hart. Hann lítur út fyrir erfitt kvöld fyrir hann á þessum dekkjaböðli. Hann er búinn með bara 2-3 hringi á hörðum dekkjum og það sér helviti mikið af hann bara nú þegar. Já, þess. Steini Sveins er búinn að setja ný dekk undir og er að koma út af medium. Á AMG-inu sínum. Svona ég fylgist með svona gangi á aftarabrautinni en það er ennþá hérna slitlarki sleiði á milli 3. og 4. sætis. Olivers og Hilla. Það er smá barátta hérna hjá Viktori og Hilmari. Viktor er í skottinu og Hilmari. Já. Hilmar á að Hilmar var upp í 7. Já. Herra, hann var í 8. rétt án því að vera að keyra vel. Hann hækkar og hækkar. Hann er að hífa sig upp töfluna. Hann var í síðasta sæti höfða bak veira. Hann er að keyra mjög konsistent. Ég ætlaði að segja það að Hilmari hefði tekið fram úr Viktor og hefði mistað því. Wow! Já, hann er að slíta sig frá Viktor. Já, Viktor er líka, sko, dekkin hans eru eiginlega farin. Það er svolítið vel eitt hjá honum. Já. Þannig að maður fyrir að styttast í að hann taki pitt á þetta. Henni staðan hérna á toppnum. Hún virðist vera svolítið svipuð. Hún er að rokka frá 1 sekúndu í 1,5. Það er tæp sekúnda eins og staðan er núna. Consistent akstur. Já, vá. Ef maður horfir hérna á tímana hjá Davíð frá 3. hring upp í 11. hring. Það var allir hringinir 1.48 nema einn sem er 1.47.8. Það er 9. hringurinn, besti hringurinn. En mjög konsistent klapptímar, þannig að 1.48,5, 1.48,5, 1.48,5. Sjáum það hérna nokkuð oft. Hjá þeim báðum. Já, það er líka. Já, kíkir það. Það er allt 48 nema 1.47. Akkurat. Þetta er bara mjög sambarlegt hvernig þeir eru að akka strákanir. Já. Og það er nú farið að halla á síðari hluta á dekkjunum hjá þeim. Davíð þarna öllum. Aðeins að spæna upp gras. Það spurði hver ekki fara undir til undercut. Er Hill að fara inn? Við séum Hill að fara inn. Hann ætlar að reyna undercut á Oliver. Hugsanlega. Þetta verður spennandi að sjá. Ari Lyngdal hoppar inn líka. Sjá hvað mikill bensínmunur. Sko, Hilli átti 17 lítra eftir á meðan að hinir eru í 30 okkar lítrum. Þannig að hann verður að eyða svolítið vel. Já. Þetta kemur Ólefur vel, þannig að þetta undercutturinn eru kannski eyðilegst hugsanlega. Já. Út af því að það er að setja mikið bensín. En ég veit, af hverju Hill að setja svona rosa mikið bensín? Hann fyrir aftur á Hart. Já, það er Hart, eða hvað, byrju? Það breytist að það kemur út, eða ekki? Nei, hann er á Hart. Hann er á annars stitt á Hart. Já. Hann er hugsanlega með eitthvað stendingu sem hann tekur sem ekki bensín. Já, það er spurning. Valla ætla hann að segja að kæra til loka. Nei, hann var rétt á því 12 hringjum svona. Já, nákvæmlega. Hann er ekki alveg að skilja þetta. En það kemur bara ljós seinna hvort að ég hafi rátt verið mér að hann
hafi rétt fyrir sér. Þetta er... Ég hef aldrei skilið þess að þegar menn eru að taka of mikið bensín nema þá til þess að lenda kannski ekki í traffík. Já, þetta er svona, herru, Davíð Adams kemur inn í pit. Já, Þá er Jón Þór kominn í forystu. herðu, hann er með rautt. Hann hefur fengið 30 sekúndar refsingu af Davíð. Nei. Hafa eitthvað rautt? Jú, mér sýnst það. Það var, tölun var alltaf rauðar. Ég held að sé merkjum og hvað til línuna. Þú vissum það? Nei, ég er ekki viss. En þá tölun urðu rauðar. Ég er bara ekki viss hvað það merkir. Ég sá að urðu rauðar. Já. Herðu, hann er að taka mikið bensin líka og fer aftur á hard. Ég er ekki alveg að skilja þetta. Dugar þetta til enda? Kannski ætla menn að taka 2 hardstund og 1 Soft. Soft? Nei, valla. Ég myndi halda... Davíð fer að medium. Já, hann medium. Og nú kemur ljós hvort að hann fekk 30 sekúndar refsingu ekki. En þetta var skrítið ef þetta hverju það var rauðar tölunars. Ég held það sé bara þegar hann fer inn í pit, sko. Hann er ekki með einu sagt á sér. Já, þetta er eitthvað glitsa. Flott, gott að heyra. Þetta var glitsi í binna en ekki leiknum í héttskiptið. Ég sko ensýninguna, ég get lofa þér að það varð urðu tölunar urðu rauðar. Já. Ég trúi þér, alveg sko, 100%. Ég sé tölunar verða rauðar líka, en... Já, kannski sá ég bara rautt. En ég hef ekki tengt að við sektin ennþá, sko. Nei, ég skil ekki okkur að urðu rauðar, en ég held að vera að segja mann eitthvað. Er það ekki bara því ringurinn er ógildur að því hann keyrði inn í pit? Það er það er líklega þannig. Já. En núna hlýtur Jón Þór að fara í pitinn. Þá verður forvöld að sjá hvernig það kemur út. Skulum fylgjast með hérna, hann kemur inn í pit. Og skulum setja á Davíð. Já, það verður bara rautt og stoppar. Þetta er bara þannig. Ég sé hann að gerist þarna aftur. Ólafur fyrir inn, sér hann með 26. 14. 26-14. Bensin er að eyða svolítið. 2,5 sekúnda. Það er 2,5 sekúnda. Hilmar með 10, sérðu. Já. Shit, bensin er svolítið kræfur á bensinni, sko. Hérna kemur Davíð Adam í næst síðustu beina. Hvar og hvernig verður bílið á milli þeirra þegar Jón Þór kemur út á braut? Jón Þór er að koma út, hann er byrjað að leggja af stað. Hvar er þetta? Hvar ertu? Þarna heyrum við bílum, Davíð er með þetta sýnist mér. Já, Davíð er róan. Og býtu, Ólífur er komið fram úr. Já, þetta er... Og Ari Lyngdal komið í bjarnasætið. Sæll, þetta var allt bara bensín tilfæringar. Já, og endurkvæmlega var með dekkinn, hann fyrir á medium. Ari fyrir á medium, Davíð fyrir á medium, Ólífur er á medium og þeir eru allir á medium. Já, herðu. Þetta var skemmtilegt. Ari að koma hérna skemmtilega sterkur inn við undercut á dekkinn. Ólífur með undercut á bensinni. Algjörlega. Hann tók líka minna bensín. Sko, það er spurningin nefnilega, okkur er að menn að taka meira bensín fyrir stintið. Það kemur þá sér að góðum fyrir Jón Þór, kannski í seinna pitstoppinu. Já, þá bara Ólið þurfi bara þeim með minna bensín til þess að keyra 90-dekkin. Já, sko, þeir voru að keyra á rúmum hálfum tang á þessu stinti sem þeir voru, þannig að það ætti að þurfa örlítið minna fyrir mediumstintið. Já. Ég fór inn, já. Já, ég finn að Davíð er með miklu meira bensín heldur en hann þarf fyrir endingu dekka. Þú segir það bara hvað Ólið þarf mikið minna bensín til að keyra mediumstint. Þannig að hann á eftir að græða á svo aftur. Hann þarf bara einfallega minna bensín. Þetta er Ólið er bara allt í einu í góðum málum. Finnst mér, svona gróft að liti. Með Jón Þór í skottinu. Já. Jón Þór úr öðru sæti í fjórða í pittinum. Í bensínpittin. Já, heldur betur. Það er einhver olíubrák fyrir hann í dag. Það er aldrei að vita, sko.
Þetta gerir eiginlega Renaultin svolítið skemmtilegan valkost fyrir veturinn. Já, allavega En nú kemur enn sem komið á lúkar þetta, það eru allavega tveir mjög sterkir kostir hérna í gangi, bensínveisla og start. En Jóþór búinn að taka sæti á honum. Já. En nú þarf bara Ólafur að hangi í honum. Það þarf ekki að gera mikið meira. Því hann er að fá að gefins 34 sekúndur í næsta pitstop. Hann er ég að sjá þetta. Já. Ég geti vel verið, eins og segja, maður talar hérna stundum á þess að hugsa svo mikið. það er bara, stundum er ekki tími til að hugsa, maður þarf bara að tala það. Já. Og Ari þarf að hanga á þessu. En sérðu, hann er definitely búinn að keyra 2 eða 3 hringi núna aukalega. Þannig að Jóþór eftir að maður getur kannski haldið eftir Jóþór í 2-3 hringi, þá held ég þetta ekki fara að telja Jóþór yfir. Léleg lína hjá Ara, missir hann að 0,2. Fór svolítið vítt. Svo er þessi beygja hérna. Þetta er krúsjál beygjan. Þú vilt taka fram úr þarna eða fyrir busstoppið. Já. Það er ekki að takast. Jú, maður þarf þá að ná góðu slippi og helst vera búin að taka fram úr aksturinn áður en að maður fer inn í busstoppið. Já, og ekki úr Róna Álfton heldur þarna. Því að þarna er ekki hægt að gera neitt eins og Hannes lenti í gær. Og nú sjá hvað gerist. Er þetta nógu gott? Nei, jú. Nú fyrir að síga. Sígur að hratt. Þetta er ekki. Nei, líklega ekki, nei. Þetta er skemmtilegt. Þetta hjálpar Oliver í 4. sæti klárlega. Já, og enn og aftur þá vinnur þetta vel með Davíð að hafa þá 2 í baráttu. Já, heldur betur. Því og glemdu. Davíð er núna með rúma 4 sekúndur á Ara í öðru sæti og Jón Þór í því 3. Áðan voru þeir að berjast með 1 sekúndu á milli sér Jón Þór og Davíð, þannig að það lúkar vel út fyrir Davíð. Fáttu fína drætti á braut, það er smá keppni í 7. sæti, en við sko halduði við annað sætið. Ég fylgist með hérna keppni 7. og 7. Já, svo lætum við þetta að gerist eitthvað betur. Fór og rann eiginlega bara hann út í sandinn þessu tölu orðum. Hilli var fyrir aftan Hilmar og tók víða línu, mist hann hana í 1,3, hann var í 0,7. Já. Hilmar á nýrri dekkjum. Já, svo keppni er runn út sandinn. Hilmar er bara að smá snertingana. Ari vera inn að verðu. Smá snertingan inn í beinahöfum. En Ari hélt þessu. Ari að verjast. Já, hann hélt sinni inn í línu. Það var kannski ekki við neitt að sakast þarna, en það var þetta bara smá remming sem kom ekki að sök. Harður kapastur er í gangi og Oliver er bara kominn í skotti á þeim. Þetta er orðið 3 bíla barátta annarsætið. Ari er að verjast vel. Þetta er að spilast upp í, þetta spilast alltaf upp í hendur á Davíð Adams, en þetta er svolítið að spilast upp í hendur á Oliver líka. Já. Eiginlega bara út af bensín. Oliver er akkurat núna á hálfum tang og meðan Jón Þór er á rúmlega hálfum tang og Ari er á hálfum tang fyrir vítt. Þeir báðir eftir líklega að klára tankarnir sína, en þeir þurfa að fylla svo á fyrir loka stintið, þá þarf Oliver bara svo mikið minna bensín. Hann er svo mikið sparri en þeirri bíl. Og lítur út sannlega. Já, allir Ari sé, hann
fara að fara í fyrir einhverjum hringjum áður. Já, allan 2, ekki 3. Það kannski fyrir bara yfir að hard, þetta kannski undercut, hann kannski að keppa En nú aftur tekur hann inn í línuna og smá svitsar úr þannig, dugar ekki fyrir Jón Þór. Hann staðsetur sér rétt, hann Ari. Nú er Ólafur aftur byrja að sína sig í speglarinn Jón Þóri. Það svona, þegar það var með rótblokkið, þá getur þriðji maðurinn stundum nýtt sér það. Já. Vá. Þetta rosalegt. Það var að prófa að setja sem Þetta tók allir sikkur línuna, hann gegn börstoppið. Þetta var skemmtilegt að sjá. Setja það sem borði hérna hjá Jón Þór. Nú líður aðeins dreigist aftur úr 0,8 fyrir aftan á, en Jón Þór alveg í skottinu á Ara, hann góðu dræfi hérna út. Sjá að spyrja hvort Ari sveigist aðeins til hægri núna á vergi eða hvað. Nei, það tekur ekki varnarlínu. Jón þrengri og kominn upp að hliðina á honum, en Ari með... Já, hann með inn í línuna þannig, nær hann að switcha rúa þetta. Nei, Ari staðsetur sig fyrir og nær að verja. Þetta flottur varnarakstur. Herri fór Ari út af. Þetta var tæft. Hélt þessi inn á. Lúkkaði í lagi innan úr bílnum að hana. Já, það var tæft til að horfa utan. Ari enn og aftur. Fyrir utanverðu, nær hann að switcha rúa þetta, eða hvað? Nei, þetta svo erfitt. Það þarf ekki uppir under, switcha rú. Það þarf að taka aðra línu og reyna að neyða Ara að taka lélega línu. Með því að taka bara sína línu og láta Ara vera innan og taka sterkar línu út. Akkurat. Og ekki vera kött inn, ekki taka fram úr inn í beina, heldur út úr beginni. Þvinga Ara í lélegri línu. Já. Það oft exitið sem skiptir mestu máli, en þótt að menn séu oft mest að reyna að taka fram úr á bremsunni. Já, hann á bara að leifa Ara að taka lélu línuna, taka bara góðu línuna og rúlla í gegnum meiri exitra. En það auðveldara sagt að gert. Já. Ég tek það fram. Mun auðveldara sagt að gert. Já, þetta hlutir sem að líka menn læra ofta á margar ára reynslu. Þetta ekkert... Já. Þetta kemur ekki meðfætt. Nú er hann hugsanlega að gera. Já, tókst ekki hætskinn. Þetta sem ég að tala sko. Það að neyða Ara að taka þrengra horn. Já. Og hugsa með exitið, ekki inn í beina. Akkurat. Það svolítið eins og þeir gera þetta í alvöru kappakstri. Þeir reyna að, eins og þú segir, fá menn til að taka línu sem gefur hægar exit. Þannig að... Já. Láta verjast innanverðu og fara utanverðu. Þú basically að setja upp framúraksturinn á bremsukaflanum, en hann á sér stað eftir exitið. Og nú hann að fara utanverðu. Sér, núna hætti ég bara Ólafur. Nei, þetta... Nú kemur bara Ólafur að siglingu. Já. Byggði hann að fá inn í hann. Þegar Ólafur tekur á báðan. Það að gerast. Vá, hvað að gerast þarna? Þetta var darra dansmaður. Þetta nú hlýtur replay. Já, ég skilur. Þetta var rosalegt. 21. hringur. Fá hérna. Þetta fer hann innan á hann. Var í beigi smá inn í hann hana. Þannig að þeir í smá klaufalegir út úr beginni sem að gefur Oliver innri línuna þarna. Og það bara alls konar setting í gangi. Bílarnir að slæta utan í hverjum öðrum. Vá. Gæti verið gaman að fá hérna. Fá þetta einu sinni enn. Nei, það í spúð. Ég bara skrifa þetta hjá mér. Við getum líka að kíkta á þetta eftir reis. Þetta var rosalegt. Það nú allt í einu Oliver komið með pálmann í hendunar. Ótrúlegt nokk.
Þetta var það svolítið grottarlegt þannig að þeir voru 3 wide, 3 abreast, þess að segja. Það verður alltaf nudd, það var óhjákvæmilegt. Það er að segja hver var sökudólkurinn, við kíkjum á þetta eftir keppni. Hilmar að taka fram úr Viktori. Viktor fór alltaf vítt. Og Hilmar vinnur línuna, eða hvað? Nei, Viktor nær að halda þessu. Viktor búið með dekkin sín, með Hilmar nokkuð góður. Nú tekur Hilmar þetta. Leyfa var að halda. Nei, það tókst ekki. Davíð Adams bara brosandi alla leið þessu barda, hann komið 7,5 pluss sekundu fórskot. Það var oi! Hilmar stingur sér hana innan á Viktor. Close bara þetta í gangi hana. Hann vil tala sér betri dekk. Það var Linda komið skemmt. Ætli hann ekki skemmt hann við þessi átök á hann? Já, það er ekki ólíklegt. Nú Hilmar að draga á hann alveg á fullu. Dekkin líka búin hjá Ara. Algjörlega búinn. Hann hlýtur að fara inn í pitt bara á þessu ring. Já, fyrst hann með skemmt og dekkin á þessu stað, þá hlýtur að vera hann á bensín alveg í hringi viðbót, en þetta borgir sig ekki á þessu tímapunkti. Nei, við séum að Hilmar bara búinn að taka hann 1 sekúndu bara með að vorum að spjalla þetta. Akkurat. Sjá hvað gerir. Nei! Herri, hann þarf að... Já, kannski kostar hann auka pitstop. Hann alltaf að keyra þetta af því að kostar auka pitt. Hann þarf að ná 1 hringi viðbót til að ná að klára síðasta medium-still sitt. Já, það gæti sannlega verið einhver svoleiðis pæling í gangi. Það bara hlýtur að vera. Viktor kominn inn. Já, Hilli líka kominn inn. Já, Hilli með mikið meira bensín. Það kannski skilja hann fram úr. Það er Jón Þór að draga á Oliver, samt minna heldur en ég látti vona. Já, Hilmar að taka fram úr Ara og þetta komið. Það óvæntar sviftingar í þessu, þetta alveg æðislegt. Heldur betur. En Jón Þór, hann nú ekki langt fyrir aftan Oliver. Nei. En ég að segja, Oliver á inni 3 sekúndur. Þeir fara að pitta, taka bensín. Sér nú komið jafnt á bensinni, en Oliver þarf bara svo mikið minna þegar þeir fara að setja á fyrir síðasta stilla. Já, sko Oliver, þegar kom út úr pittinum, þá var, áður vorum að skoða, þá var Oliver þá var meiri bensínmjölur á milli þeirra, en núna þetta... Já, Oliver þarf bara mikið minna bensín. Já. Þannig að hann að fara að græða þar, held ég, 3 sekúndur. Þannig að núna það Mr. J. Jón Þór, herra Jón Þór að spýta í lóna. Óli bara keyrir rock solid. Hann bara hérna 47, 48, 47, 48, 47, 47, 47. Hann að keyra glimrandi. Algjörlega. Davíð Adams bara góður í siglingu fremst, búinn að búa til fínt gap, 6,5 sekúnda. Það var 7,5 fyrir ekki svo lengur síðan. Þetta sé að byrja að keyra aðeins og mikið kósí. Það er aldrei að vita. Menn fara náttúrulega ósjálfrátt að keyra að vera varlega, vil ekki að fara að klúra reisunni með því að snúa bílnum. Þetta er svona lúxusvandamál. Sjáum hérna Oliver eina verður, þarna var það saman, smá snerting, Oliver heldur þessu, og Jón Þór með refsingu. Já. Þetta heldur betur að spilast upp í hendur Oliver. Já. Galdi hérna looking good fyrir annarsæti. Þetta var
þetta var bjartsýni af þessu leyti. Þetta eins og ég sagði fyrir kemni, mér finnst þetta að vera lús að fara þarna að reyna að fara hann í gennum börstoppi, túa brest. Já, ég minna sko, það ekkert pláss fyrir hann eins og staðan þannig að hann beygir inn í hundaugumanninn og næri ekki almennilega beyginni sem þýðir að hann sker brautina á það segt, þannig að... Herru, nú allt í einu Hilmar, aður sem var í síðasta sæti eftir fyrstu 2-3 hringina. Hann allt í einu kominn í 4. sæti. Þetta ótrúlegt. Hann væntanlega á leið í pitt á þessu með næsta hring, hann á lítið bensin eftir. Já, það alveg að duga hvort þetta planið hans að ganga upp og ég ætla að Leifur segja að fulli virðingu fyrir Davíð Adams og Oliver og Jón Þóri, þá Hilmar í mínum huga að stefna á Driver of the Day. Fara á síðasta sæti. Þeir fara allir í pitt, sérðu? Allir komnir í pitt. Ok, og nú kemur þetta í ljós hvað þau þurfa mikið bensín. Hver fyrir Oliver út? Hann það breytti 50%. Davíð kominn á stað. 54%. Jón Þór, hann þarf að fara upp í 64, þetta eru 3 sekúndur. Þetta voru 3 sekúndur sem Óliður græðir á bensínáfyllingunni. Það þarf sem ekki minna bensín. Og hann að græða líka 3 sekúndur á Davíð Adams. Hann Óliður. Hann getur allt í það spennt að sjá hvað munurinn Bílið komið í tæpar 3 sekúndur. Já, akkurat þess að tala nú allt í einu bara Óliður í færi að setja svona pressu á Davíð. Kaldir hann að 2 fremstir. Þetta svakalegt, hann að græða helling í pittnum á þessu bíl. Já, það sem ég var að segja. Vel gert. Og sko hann komið með 4 sekúndur á Jón Þór. Já. Hann græddi bara 3 sekúndur á báða bílana. Það kan bara gefins. Þeir vera að sparra eitt bíl. Hilmar kominn með 1,5 á Viktor. Viktor búinn að fara í pitt en hann á aðeins einn dekkjum og Viktor á softdekkjum. Já. Sem ég spyr það pínu skrítið af því þá þarf hann að fara aftur í pitt sko, hann ekkert að fara að klára þessa ringi. Nei, ég hef náð 6 ringjum á soft en síðustu 1,5 ringur var frekar að stabur. Þetta svolítið sérstakt val að fara á softdekkin verður ég að segja, því að eins og ég segi, þetta ekki að fara að hjálpa honum sko. Og hann fær kannski stig fyrir hraðasta ring en meiri hjálp verður það ekki því að auka pitstopp hann ekki að fara að vinna það upp á einhverju 6 ringum sko. Hann á 3. hring núna. Það exit ringur, heitur ringur sem hann setur hraðasta ring og sjáðu að dekkin bara þau duga í 5 ringi hjá hann mestaleg. Hann verður að fara aftur inn og taka medium-stint. Ég skal segja ekki það. Þetta vissulega interesting bíl á allt, sem sagt dekkival segi ég. Pit strategía. Já. Það lítur helvít vel út fyrir strákana í kalda racing. Heldur betur. Óliður ekkert að draga á Davíð Adams. Svo ég var kannski... Sko, Davíð búinn að vera aðeins hraðari. Þannig að sko... Já, ég var bara svona að Óliður væri með svona blóð på tannin. Já, algjörlega. En það virðist ekki vera þannig að hann kannski að keyra þess að bara halda aftur af Jón Þór. Já. Þegar hann að sækja. Ég held að þetta sé svolítið spurning að halda öðru sætinu. Þú veist, Davíð gæti vissulega gert mistök en ég ekki viss að nái 3,5 sekúndu með því að fara að gera hraðar. Þetta eru 8 hringir. Já, þetta eru 8 hringir en eins og ég segið Davíð búinn að vera nokkuð öruggur í fyrsta sætinu. Óliður kannski líka bara sáttur. Já, þetta bara geggjur keppni í honum, það ekki að segja annað. Fyrsta skipti í fyrstu deild og að berjast pall og í baráttu í raun og veru fyrsta, annað og 3. sætið í þessari keppni. Það bara virkilega flottur árangur hjá honum. Hann byrjaði í 5. sæti
sér þetta að við á auka bíli, það er komið 3,5 núna, það var Já, tæpa 3 þegar það kom út upp hitt, þannig að og Jón Þór er búinn að draga af sekund. Ólíver náttúrulega var að græða svolítið á baráttunni hjá Ara og Jón Þór áðan. Mjög mikið Ari sem ég var að minnast á. Hann gat verið bara í bensinspartnaði og verið að hanga hann fyrir aftan og beðið til mistökum. Það er korið í 2 sekúndur. Herðu. Já. Nú þarf Ólíver að spýta í lófana. Já, þetta var eftir að enda í baráttu. Jón Þór Já, hefur smá hraða á hann. Það er hringur í það. Já. Algjörlega. Hann setur líka sko 46.2. En Jón Þór, síðasta hring. Það er sko 1,5 sekúndur hraðar heldur en Ólíver. Ólíver þarf að spýta í lófana. Það er bara þannig. Svo er Hilmar líka búinn að finna taktinn. Það er líklega ólangt í hann. Hann var að fara í 46.4. Já. En Viktor. kannski að gera að minna alla sem eru að horfa á að smetla í eitt like. Já, vonandi erum við að vinna fyrir því. Keppnin er alveg að standa fyrir sínu. Ari er hérna í 7. Hann er að taka 7. Hann er að keppa á móti Hilla með hörðdekk. Ari ætti nú að taka það nokkuð einfallega. 1 hring, 2 mestalagi, hálf sekúnda millera. Kannski fór Ólíver að keyra of mikið, ekki nægilega aggressíft. Og nú kannski hann að finna fyrir því að það þarf að keyra alveg út opnu til að halda aftur af þessu gaurum. Fyrir aftur sig. Jón Þór aftur, 46.3, 46.2. Skil hann að keyra mediumdekkjum, sama tíma og Hilmar tekur hraðasta hring á soft. Já. Nei, býttu nú við, Hilmar var að taka hraðasta hring fyrir göður, á medium. Hann fór hraðar en Viktor á soft. Ég var að mynda spá í býtu, Hilmar kom hann á soft líka á hvað að kíka á hann. Nei, hann er á medium. Það eru Mr. J, Jón Þór og Hilmar, þeir eru komið bara aftur í pit. Og sjá bara Viktor, raut. Já, hann fer á medium. Hann fer á medium, já. Þannig að hefum við hugsanlega getað náð 6 syngjum á soft, ég veit það ekki. En já, það spyrir þetta, það er bara að setja þetta á fyrir mistök, sko, því að þetta er mjög einkennilegt að henda soft á eins og hann gerði á hann. Það hefur komið fyrir mig, ég setti hlust á dekka á í miðri keppni. Það getur allt gerst. Þetta toppi samt engin Jóa Egils að hann setti intermediate á á Ráðdal Valtæðin árið. Og hann rekti ekki fyrir keppni og var með fórustu og allt, sko. Fallegt að rifja þetta upp. Algjörlega. Sorry Jói, þetta er, þú veist, það er ekki hægt að nefna ekki þegar við erum að tala mistök í dekkjavali. Já, bilið er rétt 1 sekúnda núna. Já, Hilmar aðeins byrja að spýta í lófana, en það dugar ekkert annað. Hann ætlar að halda aftur í Jón Þóri, það er ennþá svo mikið eftir. Þetta eru 5 hringir. Já. 5,5. Hún meinar Ólíver. Já, fyrirgefðu, að sjálfsögðu. 5 hringir, eða 6 hringir. Og Ari er komin í 5. sæti, það var eins og ég spáði. Hann er að fara að keppa á móti hörðudekkjunum hans Hilla. Viktor er 8. Hann er 4 sekúndum eftir Brynjar Péturs. Hilli hérna í skottinu á Ara. Hilli er... Já, það er pressa á Ara núna. Já, það er bara tímabundið. Ari er með medium dekk, hann var að taka fram úr, sko. Hann var að taka fram úr, hann hlaut að vera. Já, Ég var já. að koma inn á þetta, lúkaði samt eins og Hilli var að pressa hann.
Harry hann það bara nokkar beigur með betra grip og eftir að geta skilið sig frá honum. Akkurat. Nei, Harry fór út af. Þetta sýnst þegar misti ekki Harra. Kemur í ljós, slapp hann. Já, hann hefur réttu megin við pixelinn. Já, það var ekkert smá tæft. Brynjar Wow. Hann dansar á í pixelinu maður. Já, hún er loksins Harry að losa sig við illa úr slipinum. Hvað? Hann er eftir og Jón Brynjar 12. Ég var svona aðeins að gefa öllum smá airtime, skrolla niður listan meðan engin bara þeir í boði. Að gera. Harry, ég bara átt að mannasetti. Já. Eða hvað? Ég sýnist það. Þeir eru að nálgast Davíð. Þeir eru búin að taka alveg vel rúma sekund á honum, 0,7 á hann. Já. Spurning hvort að Davíð hafi gert einhver mistök eða hvort að þessi barátta sig að appa peysið. Hann er að keyra sinn tíma. Nú bara Ólafur orðið meira aggressífur. Hann var ekki nægilega aggressífur eftir að koma út úr pitinu. Já, Ólafur var að setja sko 1.46.9. Já, einmitt. Hann er loksins komin í 1.46. Já, hann er bara að vinna á sko. Vel gert. Hann finnur fyrir pressinni. Heldur betur. Og í stað þess að bugast þá hleypur hann bara hraðar. Já, það er nú alveg mismunandi hvernig sko pressa fer í menn sko. Sumir tvíaflast og aðrir gera mistök. Þetta er allur gangur á þessu. Sumir þrífast á pressunni á meðan aðrir vilja ekkert við hann að gera. Billy heldur áfram að minnka í fyrsta sæti, komið í 2,4. Þau eru búin að vinna upp heila sekundu á Davíð. Ég spyrir hvað ég sagði á hann, hvað Davíð væri í varnarakstri. Því að Ólafur fannst mér líka verið í varnarakstri. Hún allt í einu komið stress í menn. Hugsanlega, sko. Herði, sjáðu, Jón Þór, ætlar hann að fara í gegn? Næra því. Aftur reynar hann þetta og text. Já, hann stikkar. Vá. Vel gert, sjá Jón Þór. Þetta var rosalegt. Og Davíð ætla að skæta þessu, allt í einu hoppaði upp í 3,3. Bilið. En núna kemur eitthvað Jón Þór alveg brjálar. Þetta er alveg hörku bara það. Það er ekki að segja. Já, heldur betur. Það er líka spurning hversu mikla áhyggjur Jón Þór þarf að hafa Ólafur. Hann vill helst geta horft fram á við. Hann sér náttúrulega skottið hjá Davíð Adams. Já. Það eru 3 hringir til stefnu. Já, hann er búinn að auka bilið. Hann er aftur komið í rúma 3 í Davíð. Já, hann fekk að bara gefins þegar þið fóru að slást. Herru, Hilmar er komin í Nei, því Jón Brynjar. Það segja að það er Hilmar. Það er hringu eftir. Já, ég fekk allt í hennu bara. Ég var einmitt að hugsa þetta líka bara, en svo getur ég að þetta var ekki bílinn sem ég held að væri. En sko, já, það eru 3 hringir eftir og 3 sekundur, þannig að, ef Davíð keyrir þetta minnst eitthvað laust, þá ætti þetta að vera okkur upp hjá honum. Það var ekki að vera hægt, sko. Þannig að þetta bara snýst svolítið að halda haus. Og
flott fyrir kannski þá sem að horfa að henda inn þeirra atkvæði Driver of the Day. Ég sé að Davíð er komið með eitt atkvæði hérna frá honum Hansó. Ég ætla að gefa Hilmari mitt atkvæði. Ég ætla að gefa Hilmari mitt atkvæði. Já. Keyra úr 12. sæti upp í 4. er mjög vel gert. Algjörlega. Ég ætla að gefa Davíð atkvæði mitt. Já. Það er bara sjálfsagt. Má ég það? Einmitt. Það er að kjósa við. Það er lýðræði þetta. Já, það fór ekki neitt, það fór 0,3 á þessu hring. Já, það eru hérna, Hilmar kom með 2 atkvæði á spjallinu á móti 1 frá Davíð. Þetta liggur svona í loftinu, það er annarkvar þeirra. Þetta er kannski bara með hverjum minn þetta er verkvarasalan. Það er að sjá liðið sem er þetta Be Sick Racing er það hérna þetta er 1, 2, 2, 4 Kaldi Racing og Be Sick Racing. Hann hangir hérna í Jón Þór. Já. Bíður eftir mistökum, tilbúinn að krækja í annarsætið aftur. Ég er bara ekki að gerast. Nei, það er ekki, þetta er alveg að renna út. Það er ennþá möguleiki. Davíð með 2,5 rúma sekúndu. Dekkin í góðu ástandi. Það er verri dekkin hjá honum Jón Þór. Og hann aðeins skári dekkin hjá Oliver. Já, mér sýnist þetta. Oliver er samt ekkert að gefa sig líklegan. Hann veist þess að sé bara að reyna að hanga í Jón Þór. Hann er ekkert að ógna neitt. Nei. Því miður fyrir okkur sem heima sitjum. Hilmar er hérna 5 sekúndum fyrir aftan á. Frábær akstur í honum. Já. Heldur betur, hann er með hraðasta hring. Hann heldur því væntanlega. Hann er búinn að spæna upp dekkin. Eina breytingin sem gæti hugst að gerst hérna á síðasta hring er eitthvað banani hýði laðist inn á brautina og gerir mér eitthvað krikk. Eitthvað mistök þar að segja, því að þetta virðist vera nú nokkuð settlað. Já, algjörlega. Þú skulum kannski setja myndavælinn á hann Davíð hérna á síðasta hring. Lefa honum að fá smá airtime. Hann er búinn að fá alveg nóg að því líka, sko, en þú veist, það er alltaf svona ákveðin kurteisi að fylgja mönnum í mark. Þegar það er ekki eitthvað þeimur meira spennandi að gerast á brautinni. Já. Já, hann er aðeins að hægja sér. Bilið er að minnka, en þetta er bara svona klassískur síðasti hringur. Já, ekki gera mistök. Það er þetta bara eina sem þú hugsaður á síðasta hringin, þú ert með svona forskott, bara ekki gera mistök. Ekki gera mistök. Bara, þessi rödd bara má ekki rof há. Yfirstressið ekki. Nei, alls ekki. Þetta er nú orðin leiðilega nálagt fyrir Davíð. Já, þetta er 1,4. Hann er með þetta. Já. Hann er bara að keyra þetta örugt heim. Já. Nóg eftir að bensíni, hann er ekkert að spara, það er ekkert svoleiðis í gangi. Þetta er bara last lap jitters. Akkurat. Síðasta beygja. Vel gert hjá Davíð. Hérna kemur hann í mark. Það er Davíð Adams sem tekur umferð nr. 2, fyrstu umferðina á Group 3 bílunum. Jón Þór annar og Oliver glæsilegur aftur í 3. Og maðurinn sem vann sig upp öll þessi sæti í 4. sæti, Hilmar. Já, það er Lyngdal. Ég byrja öðru sæti, er með Hallar og Etzer. Hann er að halda í 5. Já, það er rétt svo, með 2 krafti hérna. Það er annar hringu eftir. Já.
Jón Brynjar búinn samt með leik. Og Viktor í skottinu á Brynjar Péturs. Þau koma hérna yfir línuna. Það er Brynjar Péturs sem tekur 7. Viktor tekur 8. sætið. Þá er það Steini Sveins. Kemur hérna í 9. sæti á AMG fyrir Lava Racing Team. Lava Show. Og Toppi 10. Toppi Topson. Og þá er það einu maður sem ætlar að koma yfir línuna, er það Carlos sem er að klára hérna í 11. sæti á skemmtum bíl. Já, hann er líka erfitt að, ég vil meina það að velja bíl svona seint fyrir keppni er ekki vænlegt. Nei, maður ætti eiginlega að velja bíl tímalega og vera búinn að keyra á honum í svolítinn tíma. Já. Venjast honum og læra á hann. Þá er þetta bara upptali. Heldur betur. Þetta lifir hérna að lifa, myndunum að lifa aðeins hérna. Davíð Adams, pole position, clean race. Þetta er fallegt. Til hamingju með sigurinn, Davíð. Þó að standa hann að vaffer, þá veit ég hann keyrir ekki með vaffer, glirurinn. Já, það er eitthvað missant. Hann byrjaði á því, færði svo yfir, var svo aftur komin í það og já, ég veit ekki. Já, ég var að spjalla við hann finnst og lítið upplýsingum í gangi þú ert með vafferglirun. En þetta er, kíkjum núna á stöðuna, niðurstöðunar. Það er 1. sætið, Davíð Adams og Mr. J eða Jón Þór í 2. sæti. 3. á listanum hérna er hann Oliver Nói. 4. sæti Hilmar. Ari Lyngdal klárar í 5. sæti, Hilli D er 6. Brynjar Péturs 7. og Viktor er í 8. Steini Sveins 9. Topson 10. Carlos 11. og Jón Brynjar í 12. sæti. Ég var að kíkja svo á ég er búinn að segja replay. Það er ekki að kíkja á endursýningu og bjóða sigurinn í smá chat. Jú, virkar það að þú sýnir replay eða sé ég það líka? Ok. Ég held það. Og heldur brúðsendingur áfram eins og núna. Og ég hoppa bara núna út og fer í replay. Og þú býður honum í chatið. Nei, þú varst að enda lobbyið. Já, það er bara hægt að seifa, ég get ekki séð það þarna. Auðvitað, ég hef aldrei gert þetta replay áður hérna. Nei, ég hef reyndar ekki mikil reynsla af því, en skulum pröfa þetta bara, það er bara gaman að pröfa eitthvað nýtt. Bara bjóða kallinn í viðtal. Endilega fólki sem hefur sittið eða hafa ykkur spurningar, endilega farið í það að drita okkur spurningum. Þetta nú við. Þetta var shared replays. Já, halló. Góða kvöldið og til hamingju með sigurinn. Já, þakka ekki hella fyrir. Þetta bara gekk helvíti vel upp hjá þér, steady keppni. Já, ég náði svona þakka stjórna svona aðeins peysunni mínu en var komin í rugli hérna í lokin og orðin allt og köld og ég náði ekki piti í þig og ég ætlaði bara ekki að ná hring á síðustu stundinni. Nei, algjörlega. Var komið stress í strákinn þannig í lokin á síðustu hringinum? Ég hafði áhyggjur af því ég var bara rétt með 60 gráða heitt dekk hérna og byrjaði að gefa í eftir. Og aldrei, en meðan ég hélt því svo þarna í 2-3 þá var þetta í lagi. Algjörlega. Þetta var mjög jafnt þegar þið farið þarna inn í pit og þú græðir helviti vel í pitstoppinu á hann Jón Þór sem að mistiði 2 fram úr sér við að taka meira, sem sagt síðast að... Ég tók meira bensín á fyrra stundinu, sko. Ég tók alveg... Já, ég tók eftir því, þannig að þú... Tók alveg 4 hringi auka, sko. Nei, hérna fyrir ekki 2 hringi auka. Til hamingju með sigurinn, Davíð. Takk alveg. Það var glæsilegt.
Þú varst nú eiginlega bara rakandi svolítið einn þarna í lengsta keppni. Það er það hættulegasta fyrir mig. Ég fer bara lítið kringum mig og innskota þessi slökkt ljósi hérna heima sem fer að telja loftaflötundar, sko. Já, það var svakaleg baráttu manna til 4. sæti, næstu hálft reis myndi ég segja, ef ekki meira. Já, ég svona var nú með augun á mínum höfnu og þetta var ekki langt á milli manna. Nei. Einhver atriði, það var mikið drama hérna. Já, ég var ekki búinn að sjá neitt náttúrulega, fyrst. Ég að láta rúlla hérna startið. Ertu með systkini eða? Ég ekki að sjá neitt replay hérna í útsendingunni, sko. Þú ert ekki að... Já, ok. Nei. Það er ekki síðan, þú voru að opna síðarskrín. Já, gerið það bara. Gerið það bara. Já, þetta... Já, maður var svona smá stressaður með þetta helvítis BMF-stótan, það er erfitt að starta þessu. Það var búin að svona eitthvað mastera það en svona tókst það ekki í startinu. Nei, eru menn með eitthvað svona tricks til að ná betra starti? Það er bara að halda bústin á okkur góðu stað til að... Þannig að ná að spóla þetta. Annars verður þetta bara eftir á honum þetta. Já, það er nefnilega... Það væri alveg næs í þessum leik að maður gæti manuáli stjórnað kúplingu á stýrinu. Já, klárlega, sko. Svo er, já... Er þetta komið núna? Já. Já, ég ætla að spóla þess tilbaka, ég var alltaf fyrst í þessu. Það var alltaf smá barslegar, ég ætla að braut á með fótinn, já. Alveg hræðileg gæði á þessu vídeo, þetta er alveg rosalega pixlað hérna. Já, þetta er ekki útsendingu upp á bjóðandi, sko. Þetta er eins og að horfa á svona gamla Waff.S bólu sem er búið að kópera 20 sinnum. Það er gott þú ert alveg okkur að vita, maður er svo vanur að segja... Já, vídeoklips, það er eitthvað hvort að gera eitthvað að breyta og... Þetta er alltaf mikið vinsinnstrákar. Núna sjáum við til dæmis ekki skjáina því yngir en á PSN-svæði, hvað? Heyrum ekki binna... Já, sko, núna er bara mækinn hjá mér í gangi og þið heyrist ekki. Við erum greinilega, tæknilega séð... Já. Það er ekki fólki bjóðandi, þá sleppum bara á þessu. Við bara... Já, bara, erum við ekki bara að verða góðir á þessu? Jú, ekki bara. Heyra smá í sigurverðinum og sjá óskýra mynd, fá frábært reis og... Já, kannski það þú sem þetta gerðingi að skera ennsýningarnar. Sennilega, sko, eitthvað svolítið. Ég er bara hoppa inn til þín, sko, með þessi stopp. Ég hef bara ekki verið í þessum replayum hingað til, þess vegna kemur ég alveg að fjöllum. Já. En það er greinilegt að ef þetta á að gerast, það þarf að sannlega að gerast mín megin, en það er orðið óseint í þessu tilfelli. Já, það er bara vonandi hitt í ykkur aftur hérna. Já, bara enn og aftur til hamingju með sigurinn og bara gaman að þessu og við bara sjáumst aftur í næstu útsendingu sem verður eftir 2 vikur og við minnum náttúrulega á útsendinguna sem verður á morgun að úrvalsdeild. Það verður eitthvað. Heldur betur. Algjörlega, það verður eitthvað. Það er búið að drama í öllu reisum sem hafur tímabilinu í öllu deildum. Já, algjörlega. Ég sá alla svona vallabíl nema bara byrjun frá
ekki, aðeins í byrjun og svo í lokin, þá fór ég að sjá svona glitta þarna. Davíð þurftur að gera svona lítið úr þessu drama þegar þú vannst örugglega. Klárlega, það hrósar mér enginn betur en ég sjálfur, sko. Nei, vel gert, bara vel gert enn og aftur Takk fyrir það. og líka til Jón Þórs og Olivers sem diltu efst pódiumöður. Já, ég hef ekki haft þetta svona náðugt, hef þetta ekki verið bara þarna bakvið, sko. Einmitt. Jón Þór var með miklu meira pace en ég, sko, race pace, sko. Já. Vissi Svo það. spilast þetta En þú stundum. vannst. Já, Það er það sem ég skiptir vann, máli. sko. Nákvæmlega. Ég komst fyrstur yfir línuna loksins, bara síðan og annar deild. Tæknilega sé sko, varst þú með hraðasta racepace eða að því þú komst fyrstur í mark? Í þessu reysi. En ég held ekki neinu af æfingarreysum, en þau skipst ekki máli. Það heitir nefnt að æfa sig. Algjörlega. En herru, við erum bara komin í einhvern svefngalsæðin strókar. Við skulum bara kalla þetta gott. Ég þakka fyrir mig. Já, kærar þakkir. Takk sem leiðis. Sjáumst bara aftur. Gerðu svo. Heyrjumst eftir 2 vikur. Já, Vonandi.